Hér er ég komið með stórglæsilegt eintak af Audi Q7 annarri kynslóð. Það eru góða fréttir fyrir þá sem eru fyrir Audi og þeir eru býsna margir. Því að fyrstu kynslóðinu sem kom árið 2006, þá seldust 300 bílar og ríflega það. Við akstur þessa bíl þá dettur manni bara eitt orð í hug og það er lúxus. Þetta er ótrúlega lúxuskerra. Og hljóðladri bíl hef ég bara held ég ekki kynnst. Maður finnur líka fyrir því í akstrinum að hann hefur lést 325 kíló á milli kynsla og það er ekki lítið. Það er raun sama 3 lítra dísilvélin í þessum bíl og forveran, en hún hefur engan séð mikið breyst. Hún er 28% eyðslugræni heldur en forverin. Hún er 272 hestafl núna og hún eyðir aðeins 5,7 lítrum á 100 sem er náttúrulega fáheyrt fyrir svona stóran og mikinn bíl. En það er ekki allt. Þessi vél er ótrúlega kröftuð, hann er 6,3 sekúndur í 100 og það er líka fáheyrt fyrir 2 tonna bíl. En svo fyrir daginn með Audi og innréttingar. Þær eru bara hreinlega ofboðslega fallegar. Og öll efnisnótkun hérna og frágangur er bara eins og það gerist allra best. Eiginlega eru innréttingar Audi svona viðmiðun fyrir aðra framleiðendur. Það er alveg sérstakt að vera með svona stóran bíl í höndunum. Þessi bíl er ótrúlega lipur. Það er kannski smá ástæða fyrir því að hann er 4-hjólastýrður. Ef maður ætlar að taka U-beygju, mjög krappa beygju, þá beygja afturhjólinn alltaf 5 gráðum í hina áttina og það minnkar radíusinn alveg gríðarlega. Hann verður bara eins og pínlítið fólksbíl. Það er eitt sem ég kann mikið að meta við þennan bíl og það er leiðsögukerfi. Það er íslenskt leiðsögukerfi og það er með svona bird's eye þegar maður horfir ofan á það. Ég get líka haft það hérna á milli mælana í mælaborðinu og svo er líka skjár fyrir miðju mælaborði. Það eru margir nýju bílar í dag sem hjálpa þér að bakka í stæði en það eru ekki margir bílar sem hjálpa þér að bakka með aftanivagn en þessi gerir það.